Þá er komið að 6. lið á dagskrá Hlíðarfjallsvegur deiliskipulagsbreyting vegna smáhýsa til máls tekur bæjarfulltrúi Geir Kristinn Aðalsteinsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, hér er komið að dagskrá deiliskipulagsbreyting vegna smáhýsa eins og forseti nefndi við Hlíðarfjallsveg og þetta er liður 3 í fundargerð skipulagsráðs síðan 15. október síðastliðinn. Og hér er verið að leggja fram að nýju að lokinu auglýsingu tillögu að breytingu á deiliskipulagi virkjunar á Glerárdal. En sem kunnugt þá leitast velferðarsvið Akureyrarbæjar eftir því að koma fyrir smáhýsum á völdum stöðum í bænum sem búsetuúrræði fyrir sína skjólstæðinga. Og breytingin felur í sér að það er núna skilgreint á ný lóð undir þetta sértaka búsetuúrræði en gert er ráð fyrir alltaf 5 smáhýsum á lóðinni. Og þessi lóð er staðsett á óbyggðu bæjarlandi sunnan við Hlíðarfjallsveg, neðsta hluta hans, sem er í dag notað sem snjólosunarsvæði og geymslusvæði fyrir moltu. Nú ég vil taka fram að það er gerð kvöð tré og gróður við hönnun þessara lóðar og frágangur skal vera snyrtilegur að hæfa íbúðarhúsnæði með snyrtilegum göngustígum meðal annars. Það bárust umsagnir frá Norðurorku, Minjastofnun og umhverfis- og mannvirkjasviði og allar smávægilegar og skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að þessi tillaga að breyting á deiliskipulagi verði samþykkt með minni átta breytingum sem að frá auglýstri tillögu vegna kvaða gróður og frágang. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Geir Kristinn Aðalsteinsson lokið máli sínu orðið laust. Sem enginn hefur hvað sér hljós, þessi geta samþykkt, gefum ekki. Það er öll.